Þegar einhver líkt við þorsk, þá það yfirleitt í frekar neikvæðri merkingu. Hann var eins og þorskur á þurru landi eða hann hálfgerður þorskhaus í merkingunni að vera frekar aulalegur, aulabárður eða svolítið vitlaus. Það getur vel verið að það hafi eitthvað að gera með útlits þorsksins að hann notaður í svona líkingamáli, en kannski það líka vísbending mikilvægi hans að fólk yfir höfuð nota hann í líkingamáli. Já, þorskurinn segja sumir að sé mikilvægasta dýrið á Íslandi. Hvernig stendur á því? Við skulum kynnast þorsknum aðeins betur. Þorskurinn einn algengasti fiskurinn í norðanverðu Norður-Atlantshafinu og finnst í landgrunninu allt í kringum Ísland. Þorskurinn gildastur miðjan búkinn en mjókkar til beggja enda. Hann kjaftstór og hefur áberandi skeggþráð neðan á hökunni sem talið að hann noti í fæðuleit og í fæðuvali. Hann oftast gulur á lit eða ljósbrúnn en liturinn getur verið breytilegur eftir því hvar hann hefur dvalið. Þorskur getur orðið nokkuð stór. Algengt að fullvaxta þorskur sé 1 metr á lengd. En sá lengsti sem mældur hefur verið við Ísland var 186 cm langur og var hann 17 ára gamall. En það algengt að þorskar verði 12 til 13 ára gamlir þó þeir geti orðið mun eldri eða allt að 30 ára. Fæða þorsksins breytist eftir því sem hann stækkar og þroskast. Seiði og ungir fiskar lifa mest á smáum svifdýrum og lirfum annarra fiska, en svo smám saman verður bráðin stærri. Ungþorskur étur smávaxna hryggleysingja eins og rækju og ljósátu. Eftir því sem að þorskurinn stækkar verður stærri hluti fæðunnar aðrir fiskar, sérstaklega loðna, karfi og sandsíli. Þorskurinn hrygnir allt í kringum landið, en stærstu og mikilvægustu hrygningarstöðvarnar úti fyrir suðvestuströndinni. Hrygning á sér stað í vetrarlok og fyrr á tíðum var hann langmest veiddur við Ísland frá febrúar og fram í apríl, úti fyrir suðvestur og vesturlandi, einmitt þegar að þorskurinn var að ganga á grunnslóðir til hrygningar. Eftir hrygningu dreifir þorskurinn sér aftur landgrunnið. Við hrygninguna snýr hængurinn sér á hvolf undir hrygnunni og sprautar svilum leið og hrygnan lætur frá sér hrognin. Frjóvgun eggjana fer fram í sjónum og eggin berast síðan með straumum sem hluti af svifi sjávarins nálægt yfirborði sjávar. Í egginu þroskast fóstrið og úr því klekst lirfa. Lirfan heldur áfram að þroskast og dafna í svifinu sumarið og breytist smásaman í seiði. Það svo seiði sem að leitar til botns í lok sumars og á haustin. Seiðin leita botns inni á fjörðum og á grunnum svæðum. Vegna hafstraumana berast egg, lirfur og seiði réttsælis meðfram strönd Íslands. Þau seiði sem verða til við hrygningu fyrir sunnanland berast til dæmis vestur og norður fyrir land þar sem þau leita botns og lifa næstu árin. Aðalslóðir ungviðisins á kaldari hafsvæðum fyrir norðvestan, norðan og austanlandið. Almennt færa seiðin sig dýpra eftir því sem þau vaxa og fara svo að finnast á fæðuslóðum fullorðinna fiska við kynþroskaaldur. Það talið að þorskur verði að vera orðinn að minnstakosti 50 cm langur áður en hann nær kynþroska. Hann vex hraðar í hlýrri sjó og það algengt að þorskur sem lifir við suðurströnd Íslands nái því 4 til 6 ára gamall. Þorskur veiddur allt í kringum Ísland og allt árið kring, en veiðar ennþá mestar yfir vetrartíman þegar hann gengur á hrygningarslóðir á grunnslóð. Á öðrum árstímum fæst mestur afli á helstu fæðuslóðunum norðvestan og suðvestan við Ísland. Þorskur efnahagslega langmikilvægasta fisktegundin við Ísland. Á undanförnum árum hafa þorskafurðir staðið undir 35 til 40% af heildarútflutningstekjum sjávarafurða. Það sennilega þess vegna sem að sumir vilja meina að þorskurinn sé mikilvægasta dýr Íslands og nú veist þú ýmislegt þorskinn og lífshætti hans.